það bara geggjað veður. Og þetta svæði hér var bara allt í möl. Það var eins og hérna klósettgámur sem var fjallaði fyrir einhverjum árum og ég ákvað að því við áttum þessar hellur að gera þetta svolítið huggulegt hérna og helluleggja og beð hérna og ég er búinn að planta í þetta melgresi. Þannig að melgresi á að dreifa sér í þetta hérna fyrir ofan. Það er svona fjöruplanta. Þetta var líka hellur hérna undir tunnurnar og undir skiltið. Og svo voru þessar tröppur lagaðar, það voru allar átnar útsiggenginar. Þannig að þetta er svona aðeins snyrtilegra hér. Þetta er eina bláfannaströndin á landinu. Umsóknarferlið er mjög strangt og við þurfum að sækja á hverju ári. Og það sem að felst í þessu er náttúrulega að halda ströndinni hreinni og síðan er náttúrulega mælu við gerla í sjónum. Og við merkjum inn á kort hérna, bæði hér á skilti og svo inn á heimasíðuna. Hvort það sé í lagi, fari í sjóinn. Og yfirleitt er sjórinn mjög hreinn og fínn hérna sko. Þessi beð hérna, þau voru útbúin í fyrra. Plöntum í þetta í fyrra haust og við náðum svona nokkurn veginn að halda þessu arfalausu í sumar. Og þetta er svona svolítið aðkoman að skólanum hérna. Svo er ég alveg dolfallinn, elskar svona allavega strá. Þó ekki þessi dönsku dýru, en hér er ein planta sem ég keypti og þetta stendur ótrúlega vel. Í allavega roki þá bara sveiflast þetta til. Þetta er fjölert, svo bara fellur þetta og kemur aftur upp næsta vor. Hér erum við með beð á rosalega erfiðum stað hérna á horninu og hér hefur ekkert lifað. Það er bara drepist það sem ég setti í þetta, en svo datt mér í hug að nota randagras eða randalín sem er þessi planta. Þetta er fjölert og kemur svona strá hérna upp úr. Fylla þetta beð bara með þessu og þetta bara fellur og kemur upp á hverju vori. Æðislega flott. Nú erum við komin á leikvöllin hérna milli Bjarkagrund og Furugrund og þetta hérna eru 3 leiktæki. Hér var bara möl og hér var sem skipt undirlag og settar gúmmímottur og þökulegt í kring. Þannig að núna er þetta löglegt fyrir fallhættu á þessum leiktækjum. Það var gert smá átak í það að planta meiri gróðri í bæinn og ég ákvað það frekar að planta stökum trjám heldur en að fara að útbúa ykkur flenni stór beð til að planta í eins og við sáum hann á grundaskóla. Það kostar náttúrulega mikla umhirðu að halda svoleiðis beðum við. Og hérna á þessu svæði erum búin að planta hérna 5 öspum sem að verða náttúrulega falleg og stór í framtíðinni og brjóta hér vind. Og þetta er svona á nokkrum stöðum sem að við erum búin að planta svona stökum trjám. Þessi beð hérna, þau voru útbúin fyrir einhverjum 10-15 árum og í þessu, þetta er náttúrulega stór og mikil beð og þau sem að þarfnast mikil viðhalds og þegar ég kom hérna við 4 mánuðum þá var þetta svolítið mikið órækt. Þannig að ég tók þetta í gegn, klippti og svo höfum við reynt að halda þessu alveg í illgressu frá og hreinsa beðin reglulega. Og þetta er sama hér. Hérna plöntum við bara stökum trjám í þetta svæði. Og þetta er fjölbreytt, þetta eru aspir, birki, ölur, gráölur, sýrinur. Og hérna við Innesveg er sama, þetta eru aspir sem plöntum í fyrra haust. Þær hafa allar lifað. Og hérna fyrir ofan plöntum við líka svona öspum til þess að brjóta vindinn á þessu stóra svæði. Hérna eru svo 2 gömul beð og annað neðra beðið var orðið svolítið illa farið, þannig að við grófum bara upp úr því allt og ég ætla að endurnýja og setja nýja plöntur í það. Þetta er svolítið ábrendi staður hérna, þannig að þetta þarf að vera svolítið fallegt hér. Þá erum við komin hérna við tjörnina í skógræktinni. Hérna vorum við í gær og við slóum hérna eldinguna eins og við gátum með orfum út í vatninu. Maður lætur að hafa sig út í ýmislegt. Það var í rauninni gert svona til þess að væri hægt að útbúa skautasvell hérna í vetur. Og Pípo ætlar að láta renna í tjörnina þannig að það fer þá yfir þetta sem hefur búin að vera að slá. Og þá er kannski hægt að hafa skautasvell hérna í vetur ef það er mikið frost. Í síðan eru náttúrulega bara þarf að taka ákvörðun með framtíðina með þessa tjörn. Og það er ýmsar pælingar.
þetta á að grafa upp úr henni allri og vinna hann upp á nýtt og gera hann að manngerða eða á að leyfa henni bara að vera svona villtri með þessum gróðri í. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er bara mýri hérna og það safnast í hana á nokkrum árum. Tjarnirnar eru náttúrulega tvær og hérna erum við stödd við efri tjörnina. Við gefum ekkert gert með hana og þið sjáu að hún er náttúrulega fulla eldingu og hérna gróðri, en það er líka spurning að hafa þessa bara svona því að leyfa öndunum að synda á milli sko. Þá er líka geta þær falið sig fyrir varginum. Nú erum við hérna við Sleðabrekkuna sem var ein hérna hugmynd úr hugmyndasamkeppninni okkar Akranes sem var sett af stað fyrir 2 árum og var mjög vinsæl hérna í vetur að renna sér hér og svo hefur hóllinn náð að gróa rosalega vel í sumar, þannig að þetta var bara alveg hugmynd sem að bara heppnaðist 100%. Hér var gata á gangstétt sem var bara molna og bara allt í rúst. Þannig að þessi gangstétt var endurnýjuð núna í fyrra, kláraði í fyrra og malbika hérna bílastæði fyrir framan. Og þannig að þetta lítur miklu betur út, mjög huggulegt og skemmtileg gangstétt. Og síðan voru endurnýjaðir bekkirnir hérna og ég leyfði mér að splæsa í aðeins dýrari bekki. Mjög fallegir sko, þetta er eins og gömlu bekkirnir sem voru alls þar í gamla daga. Nú erum við komin hérna í gamla rafveitugarðinn sem var nú flottur lystugarður í gamla daga og rafveitan sá alltaf þennan garð þegar rafveitan var hér á þessa lóð. Það eru hérna stór tré eftir, mikið af litlu trjánum eða sem sagt runnunum sem voru hérna undir, hann var nú kafna bara í grasi og skugga. Framtíðin segir það að hér á lóðinni byggja sem sagt stóra blokk og í viðbót við þessar sem eru hérna hinum megin, verður í svipuðum stíl og þá er þessi garður hérna hugsaður sem svona afdrep fyrir þá sem eru hérna í kring og svo finnst mér svolítið áhugavert að þessi garður verður líka gerður þannig að íbúarnir sem búa í þessum blokkum, þetta er mikið eldra fólk og það sem er mikið að labba hér í kring, að það hafi þá smá afdrep hérna inn í þessum garði til þess að labba inn í hann og setjast bekki og annað sko. En það sem við gerðum í sumar var bara að reynsa hérna dauð tré og klippa runna og slá hérna þetta svæði þannig að þetta lítur svona betur út en síðan bara verður framtíðin að leiða í ljós hvað verður þetta að gera meira með þennan garð. En vonandi fljótlega, lítill garður í miðbænum.